Komið sæl og velkomin í að norðan. Gerist ekki mikið fallegri dagarnir hérna í Skagafirði. Þátturinn verður með óhefbundnu sniði að þessu sinni. Á Löngumýri í Skagafirði má finna fjölbreytta starfsemi og mikla sögu. Hér frá mörgu að segja og þá dugir ekkert minna en heill þáttur. Við ætlum að hitta Gunnar Rögnvaldsson og hann ætlar að segja okkur aðeins frá starfseminni sem á sér stað hérna. Hingað ég að koma í fyrsta skipti en alveg örugglega ekki í það síðasta. Það fyrsta sem tekur á móti manni góður andi og jákvætt andrúmsloft sem fær mann til þess að vilja staldra aðeins lengur við. Já, Gunnar, nú erum við hérna á Löngumýri í gamla skólanum þar. Byrjaðu að segja okkur aðeins frá þessari byggingu. Já, þetta eru náttúrulega margar byggingar, rauninni sko. Og við erum sko, ef við snúum okkur bara horfum hérna, þá rauninni sjáum við sko elsta hlutan hérna upp á pallinum sem sko íbúðarhús sem var byggt 1918 og síðan þá þegar húsmæðraskólinn settur á laggirnar hér 1944 þá svona byrja smá saman framkvæmdir verið að byggja við og eins og eiginlega kannski hálfgerður bútasömi eins og var nefnt svo ágætlega hérna áðan. En nákvæmlega sem stöndum hérna erum við í setustofunni sem er pínlítið hjartað í húsinu og var upphaflega byggður eiginlega sem garðskáli pínlítið danskri fyrirmynd. Hérna var gosbrunn, það var þetta fyrir mína tíð hérna. Já. Og þá var gengið héðan og upp á loft og að því við erum staddir hérna þá kannski alveg upplagt að benda einmitt á manneskjuna sem er nú sko höfundurinn af þessu öllu saman, Ingibjörg Jóhannsdóttir sem hérna á málverkinu í miðjunni og var fædd og uppalin hér á Löngumýri. Já. Og hún sem stofnar húsmæðraskólann hér 1944 á sinni föðurleif og rauninni byggði upp hér frá við þetta gamla hús og prjónaði við og lagði síðan bara alveg fram yfir sitt andlát til peninga til þessa staðar til þess að væri hægt að framkvæma hér þannig að og til að gera langa sögu stutta þá gaf hún þjóðkirkjunni Löngumýri 1962 og með því vilyrði að hún skildi sjá sjálfum að greiða þá ákveðandi skuldir sem þá voru og eins og ég segi og hún ásamt Björgu vinkonu sinni lögðu svo til peninga til annarra framkvæmda hér alveg sem við nutum síðast af 2002 þegar hér kapellan og síðustu framkvæmdir fóru fram. Já. Þannig að hún fylgdi okkur hér löngu eftir sinn dauða. Það er náttúrulega magnað að koma hér, byggja þetta upp, bæta við hérna húsum, greiða skuldirnar og gefa þetta frá sér. Já, það er eiginlega mjög merkilegt en þetta var, hún átti svo sem ekki börn og ekki afkomendur en hún átti systur og systkinabörn en hún var ákveðlega trúukona og þetta var hennar hjartans mál að þetta starf sem hún byggði, þessi skóli, þessi kennsla og ummönnun ungra stúlkna sem voru hér hjá henni undir hennar vendavæng. Það var henni mikið kappsmál að það yrði áfram einhvern veginn í þeim farvegi sem að hún sá fyrir sér og það var kannski þá bara í beinu framhaldi að bjóða kirkjunni þetta til sem að tók fagnandi á móti þessu og á þetta ennþá. Löngumýraskóli þó að standi nú kannski skiltinu fræðslusetur þjóðkirkjunnar og hér fer fram þetta mjög margvísleg starfsemi. En þetta var kvennaskóli og hennar hugsjón þá að mennta konur á þessum tíma? Já, húsmæðraskóli eins og víðar voru og það var nú sko mikið rætt á sínum tíma, það var þetta bændaskóli á Hólum og Skagfirðingar gátu ekki alveg komið sér saman sko, þeir voru ennþá að jagast það sko hvar húsmæðraskólinn ætti að standa hvort þetta verið í Varmalíð út í Hegranesi þegar Ingibjörg bara byrjar hérna. Þannig að hún mörg fyrstu árin hún að gera rekka þetta bara fyrir eigin reikning og svo svona seinni árum fékk hún nú einhvern stuðning frá sýslunefndinni og svo kannski allra síðustu árin voru kennarar kannski komnir inn á einhver fjárlög áður en að skólinn leið undir lok sko. En já þetta bæði hefur nú örugglega verið mjög útsjónasöm í fjármálum og gríðarlegur leiðtogi því að öllum ber saman að hún hafi verið afskaplega mikilfengleg manneskja. Ég þekkti hann ekki beint en svona naut áhrifann í gegnum móður mína sem var hér í skóla eins og mjög margar aðrar stúlkur. En eitthvað hérna eins og í þessari fyrstu byggingu upprunalegt eða?
Já, eða við getum kannski sagt sem svo að það hluti hér inn í eldhúsinu, sko, við skulum bara ganga hér inn, það þetta aðeins búið að breyta og svona nútíma eða eitthvað, en það eru samt sem áður hérna. Ef við sjáum til dæmis bara þessar skúffur hérna, að þetta eru sem sagt upprunalegu skúffurnar, upprunalegu höldurnar, það vísu komið ný plata og það kannski. Þetta ekki upprunalegt nammi sem þetta samt? Nei, ég held að suðusúkkulaði kannski það upprunalegast en hér sykur í og svona og hérna sjáuðist vantilega gott borðpláss og hér stóðu stúlkurnar í kring og til að ágæta myndir af því þar sem þær eru hér með hvíta kappa að baka og elda. Enda þótti þetta nám, sko ekki bara það heldur, þetta var líka nám í hreinlæti og næringafræðum og þetta þótti bara mjög gott nám sem hér var í boði. Þannig að ég held að, já, og hér auðvitað svona gríðarleg sál, hér er þetta líka svona rúmgott og fínt að starfa hér og eins og ég segi, hérna komum til skamms tíma eða allavega á mínum yngri árum þá komu líka nemendur úr Varmahlíðarskóla hingað niður og voru hér í heimilisfræði. Já. Þannig að þegar ég var hér í skóla í Varmahlíð þá kom ég hingað og svona mínum bekkjarfélögum og við vorum hér að læra eitthvað, bæði eitthvað í matastús og eins líka bara að þrífa og strauja og svona eins og, já, allir þurfa að kunna þetta. Já, þannig að hér hefur verið eldað mikið af góðum mat. Já, og enn, sko. Já. Hér er ennþá eldað mikið af góðum mat, sko. Já, var það, sko. Og þetta er auðvitað, hér svona vígið, svolítið, í eldhúsinu. Já. Þetta er elsta byggingin hérna? Þetta er elsta byggingin í rauninni, já. Byggð 1918 og svo voru hér einhver torfbaðstofa við sem löngu farin, maður sér á myndum og út í hús hérna auðvitað við, sko. Það var auðvitað búskapur hér. En svo svona smá fikrum við okkur hér inn. Góðan daginn. Fikrum við okkur hér inn og hérna þetta sem sagt matsalurinn sem er byggður strax 1944. Þetta undir fyrsta byggingi sem hún Ingibjörg byggir. Og þó hann sé nú svona nútímalegu núna þá var hann samt þessi byggingagrunni til frá 1944 þó hún hafi verið tekin eitthvað í gegn. Já, fyrir einhverjum 30 árum, 25-30 árum, sko. Já. Og svo var þetta smásaman prjónað áfram. Hérna byggir nú svo 1947 sem við sést náttúrulega ekkert fyrir 2 hæða heimavistarhús með 2 kennslustofum sem var rifið hér 2001. Já. Og svo bara áfram heldur saga hennar og saga þessara viðbygginga því að stofan byggði 1957 sem við vorum í og Gistiálma 82 og við getum farið að skoða hana. Þetta við erum stöddir í nýjasta hlutanum sem frá 2002 sem hýsir hér þennan inngang og hérna kapellu. Ég glemdi náttúrulega sýningurinn í hana. Já, hérna kapella. Hér kapella og hér getum við opnað á milli. Hér hafa til dæmis farið fram útfarir líka. Já. Mjög fjölmennar útfarir. En þetta rosalega mikill minnisvarði hversu stór huga hún hefur verið, hún Ingibjörg, að byggja þetta svona upp að þessum krafti. Já, hún náttúrulega sko byggir ekki alla hlutin en hennar lagði til fjármagn í þessum upp á vandaði, sko, þegar hún náttúrulega fullur mann. Já, sannarlega og það var meira sér búið að teikna hér í kirkju við hliðina, sko. Já. Sem kannski kom nú svona, þær hugmyndir kom nú á seinni tímum en það eru til teikningar af kirkju bara hérna við hliðina okkur. Já. Þannig að, sem kannski verður nú aldrei, en já, hún hefur verið mjög stór og eins og segir, mikill leit og ég lét ekkert sko í minnipókan af tilbúðslausu, sko. Já. Og hennar andi þá og fleiri í sjálfu sér þá ennþá hér í húsinu? Já, og hér þetta margir búnir að koma á eftir henni og sko, þó í tilgreini hana svona sem upphafsmanneskjuna, þá voru hér auðvitað fleiri, þá voru hér bæði Hólmfríður Pétursdóttir og Margrét Jónsdóttir forstöðukonur og eftir sem auðvitað tóku þetta merki og héldu því á lofti og auðvitað búið að vera fjölbreytt starfsemi hér síðan, bæði mjög fjölbreytt, sko, ekki bara eftir að kvennaskóla tímabilinu líku 1977, en bæði eftir það og sama tíma voru hér sumarbúðir fyrir börn, til dæmis voru börn sendir eftir
á stríðsárunum og eftir stríðsárin og núna bara undanfærin ár síðan að ég hef verið hérna hefur verið stöðug aukning til dæmis í orlofi fyrir eldri borgara sem eru hér frá því í lok maí og fram í júlí á vegum eldri borgarráðs Reykjavíkurprófastsdæma, fólk bara alls staðar á landinu. Hér eru í mörg undanfærin ár búin að vera sumarbúðir fyrir sykursjúk börn á hverju ári í samstarfi við foreldrafélag þeirra Dropan. Hér eru fermingabarnamót, hér koma ekkjur og eklar og fólk sem að jafna sig á krabbameini og dvelur hér viku hjá okkur á sumrin. Hér búið að vera kristniboðsmót og við höfum íslenskara kristniboða árleg samkoma í bráðum 40 ár. Og svo náttúrulega það sem að við, hér þetta föst starfsemi að því við erum hér sunnudagaskóli og 10-12 ára starf á vegum kirkjunnar í Skagafirði, mjög öflugir hér prestarnir séra Gísli og séra Dalla, Gísli Glömbað og Dalla á Miklabæ með þetta allt saman. Fermingabörn koma bæði frá Akureyri, sunnan og svo hér nágrenninu. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því sem svona kannski utan þessa hefðbundna tíma, það eru bútasaumsnámskeiðin og við sjáum nú hérna eitt listaverk hér inni, bútasaumsteppi mikið eftir Kristrúnu Geirsdóttur sem átti kviltbúðina, blessuð sé minning hennar, og byrjaði hér með bútasaumsnámskeiðin sem eru hér koma bara konur af öllu landinu og dvelja hér sem sagt á haustin, það eru 5 helgar í röð sem eru undirlagðar að bútasaumsnámskeiðum frá 5. degi til sunnudags. Við segjum stundum að það fari bara eftir Marens og sunnudögum. Það eru ekkert alla sömu helgarnir, heldur alltaf sömu forstöðukonurnar. Það núna Nancy Georgsdóttir sem á kviltbúðina sem heldur því úti. Og svo á vorin, eða svona síðla vetra, þá eru hér, skal ég segja, prjónanámskeið sem sprutt af sama meiði. Þá sitja konur hérna niður í stofu og fitja upp á ymsu sko. Og þar fyrir utan hérna á sumrin detta hér inn, ef það pláss, ættarmót, brúðkaup. Hér eins og ég gattum á guðsþjónustur og alltaf aðventusamkoman og hér æskulýðsmessurnar og fleira sko. Og hingað kemur bara gott fólk og það eiginlega kannski það sem stendur upp úr. Hingað kemur bara gott fólk. Já, hingað kemur bara gott fólk og við ætlum því að halda áfram að heyra sögur á góðu fólki á Löngumýri í Skagafirði eftir stutt hlé. Við höldum áfram á Löngumýri í Skagafirði. Hingað kemur við bara gott fólk og Gunnar Rögnvaldsson hefur því eðli málsins samkvæmt kynnst mikið af góðu fólki í gegnum sitt starf. Já, það fyrir auðvitað ekki hjá því sko. Það sem betur fer og það kannski líka meginkosturinn að við erum staðsett í svo góðu umhverfi. Hérna í miðhéraði og hér í Skagafirði sko, nýtur þessi staður og alls staðar svo sem mikil sem velvilja. Hér afskaplega gott nágrenni og svona, já, manngæska og kærleikur hér hversu lítið sko. Já. Hvað ertu búin að vera í svo lengi? Ég að vera búin að vera hérna í 19 ár. Já. Já, þannig að það Það segir sitt hversu gott að vera hérna. Já, kannski, ég held að vilja heldur enginn annað fá mig í vinnu, sko. Ég held að sé ómögulegur í vinnu annars staðar, sko. Þú sér það, ég stend bara að tala. Já. En það auðvitað hluti af því að tala að starfinu, sko. Gefa sig að fólki. Fólk almennt séð, sko, forvitið. Ekki bara ég, heldur. Gjarnan nú viðmælendur það líka, þeir vilja. Og stundum getur mann frætt eitthvað. Það eru auðvitað margir sem hingað koma, eiga kannski einhverjar rætur eða kunningja hér í Skagafirði einhvers staðar þar sem maður getur frætt eitthvað, hvort sem það saga eða fólk, sko. Já. En þetta fjölbreytt og þú ert kannski búin að læra sitt hvað bútasaum sem þú vissir ekki áður og prjón. Já, sko, já, maður var svo forfallin, ég var í Kanada fyrir nokkrum árum, sko. Og þá myndi ég rakst inn í bútasaumsverslun þar í einhverju risastóru máli og ég þarf ekki að taka, sko, kort til þess að fara með og sýna fólki, sko. Heimilisfangi, þeir sem voru með mér, sko, getur þá fundið hennar stað. Nei, þetta nú svona, þetta er bara svo skemmtilegt, þetta er svo mikið listsköpun sem fer hérna fram líka sambandi við þetta bútasaum, sko. Upphaflega var þetta náttúrulega til úr því að fólk var að nota afganga til að búa til eitthvað heillegt, þess að klippa niður eitthvað sem var ónýtt og sauma saman. Já. En núna þetta þannig að fólk kaupir þetta ný efni og þessar konur sem hér eru og setja saman listaverk, sko. Þannig að þetta er listsköpun og það
það þetta, já, og eins með prjóni, þetta er ekki bara verið að búa til eitthvað til þess að skýla sér, þetta þetta bæði afþreying og listsköpun. Já, en svo þetta starf náttúrulega líka gríðarlega gefandi þegar þú ert að vinna með fólk, til dæmis með krabbamein, mjög gamalt fólk, ekkjur. Já, sannarlega, og það auðvitað, við förum með þetta fólk víða sko, við reynum náttúrulega, það alltaf þessar dvalir sem eru hérna, þetta fólk sem dvelur hérna viku eða svo, þá förum við alltaf minnst sko til einu sinni eitthvað með þau, einhverja menningarferð, hvort sem það er konur sem að standa hérna að eldri borgarastarfinu, Þórey Dögg Jónsdóttir og Anna Hulda Júlíusdóttir, djáknar, þær eru mjög hugmyndaríkar og hvað við að gera og ég kannski kem einhverju hugmyndi líka því að dálítið kunnugur hérna náttúrulega. Þannig að við erum að fara með þetta fólk víða og þá er ég yfirleitt farastjórinn því að ég hérna þekki hérna vel innan Skagafjarðar. Ég náttúrulega fæddur út á Skaga og bjó heima á Hólum í Heldardal, en ég að vera búin að, með því að eiga heima hér í 19 ár, búin að dekka nokkurn veginn allan Skagafjörð. Þannig að þetta er, já, og þannig getur maður gefið eitthvað af sér með því sem maður þekkir og veit og kannski með einhverju. Og líka bara með að fá hingað fólk sem að hér á kvöldvökurnar eru náttúrulega að fá til okkar listafólk til að syngja eða segja frá bæði ungt og gamalt. Við höfum verið hér árum áður komið þér alltaf gerist bræður ferð eftir ferð til að syngja hér. Tóku aldrei krónu fyrir og svo hefur aftur aðeins verið að halda á loftinu núna unga fólkinu hérna, hvort sem það eru söngvarar eða hljóðfæraleikarar sko. Já. Og öllum finnst gaman að koma hérna og svo alveg sjálfsagt má ég segja og þetta reynum við eitthvað að koma til móts við einhverjum hætti í staðinn, en þetta er það sem við getum boðið. Algjörlega. En hérna kemur fólk og dvelur líka og það er nú svolítið öflug álma hérna sem fólk getur komið. Já, það er ef við förum og skoðum hana þá er hér gistiálma, við höfum hér gistipláss fyrir svona tæplega 30 manns. Já. Og erum einmitt akkúrat þessa dagana aðeins að hérna svona að lagfæra, við erum að mála og skiptum skápa og hefur svona verið að reyna að gera eitthvað pínlítið á hverju ári. Þetta er semst nýjasti partur nákvæmlega sem við erum að ganga og ef það væri nú ekki þessi snjór hérna úti þá gætum við séð að hér er svona lítil sundlaug og heitur pottur. Þetta er allt búið að vera á kafi síðan fyrir, meira og minna síðan fyrir jól. En hér er gistiálman, hér eru 15 herbergi og þetta er svona óskup bara, hér er til svona einsmannsherbergi. Það vantar eins og borðið þarna inn og það er kannski gallinn við þetta svona með við nútíma kröfur er að það er ekki snyrtingar nema inn á einu herbergi, en samt var að framsýnin það mikil þetta var byggt fyrir 1980, að það eru samt margar snyrtingar. Já. Það eru samt almennt séð bara svona 2 herbyggi sem að, svo er aftur hér 2 með herbyggi með útsýni hér yfir Glóðafeykirinn. Já. En þetta er mjög heimilislegt hérna með þessar myndir á veggjónum og sögunni, sko. Hér er með þessi að því við stoppum okkar hér, mynd af móður minni. Já, býtu, hvað er hún? Hún er hér. Já. Og hér eru þessar, já, við settum þessar mynd, þær voru hér í gömlu álmunni sín tíma þegar hún var rifin, ákvaða við að ef þær eru teknað niður og ekki settur upp leið, þá eru það sennilega ekkert settur upp strax. Þannig við fluttum það bara alveg systematískt hingað og röðum svona eftir árgöngum. Og það er alltaf gaman að svona fylgjast með sko tísku sveiflunum svona sko. Að sums staðar eru þær í skólabúningum. Já. Og svona eftir sem að tíminn líður sko þá breytist hárgreiðslan og ég segi alltaf að uppáhalds skólaspildi mitt er eiginlega þetta hérna. Hérna sér maður hvað slags gríðarleg vinna hefur lögð það að túpera hárið og búa til. Já, þetta er alvöru. Þetta er alvöru, byggja það upp sko. Já. Já. En þetta eru margar konur sem að sér hérna á spjöldunum sem hafa komið hérna og lært. Já, það er nú skömm frá því að segja, ég er ekki alveg með tölun á hreinu, en ég held að það sé eitthvað rétt 700 sem fóru inn í gegn. Já. Já. Og sem betur fyrir urðu nú allmargar eftir í Skagafirði, því að ég veit ekki til kynblöndunar og kynbóta sko. Já. Og maður meina ekki nota það orð, þá er það allavega, þá var þetta góðs held ég, vil ég meina. Já. En drengir hérna hafa nú væntanlega legið hérna alveg á hurðinni. Já, þeir lágu náttúrulega sko, þetta var eins og sumir þessara skóla voru kallaði vetrarhjálpin.
þá þekkir maður auðvitað mjög margar sögur þá var nú aðkoman að Löngumýri alltaf erfiðari sko og var ansi stór drullupollur hérna á vorin á leiðinni sem að var ungum drengjum á lakkskóm og með hvítir skyrtu alltaf faratálmi sko en þeir voru ekki alltaf hvítskúraði þegar þeir komið hérna heim en það eru til margar sögur og ég hef svona aðeins verið að safna þessum sögum sko bæði af því og eins verið að biðja þessar konur því að þær eru auðvitað hittast hér mjög ofta á haustin einhverjir árgangar og þá reynir maður svona að hvetja til þess að skrifa niður meðan þær muna eða segja mér einhverjar sögur sko það eru auðvitað margar mjög skemmtilegar frá þessum tíma sko og ég á einmitt bréf sem að einn piltur gaf mér sem að var skrifað ef ég maður rétt 27. janúar 1967 og viðkomandi gaf mér nú þetta bréf með vilyrði fyrir að ég mætti nota það og þá hafði Ingibjörgu skólastjóra alveg misboðið fyrirgangurinn í drengjunum og sendi út 4 bréf og ég þess efnis að lánsamir megiði verða ekki varð slys eða jafnvel manntjón þið stukku fram á þakkinu og minnstu munaði að þið ækjuð og keislikoruna sem voru á vakt og þarna var hún undan búin að spyrja það hvort að mönnum þetta sko virðingu sinni sambúði virðulegi kennarar hér upp í Varmahlíð en svo hefur við sennilega verið þreytt að skrifa á ritvél þetta var ekki mjög langt bréf eða bara mjög stutt bréf því að þegar hún búin að skammast þá endar hún mjög snögglega með bestu framtíðaróskum Ingibjörgu Jónsdóttur en það er aldrei gaman frá því að segja með þessi bréf sko að það er sko þau voru 4 en sá 4. sem á að hafa fengið að sko þykist ekkert kannast við það. Nei. En vinir að svaraðu með þá skýringu að það var ekkert skrítið sko. Hann hefði verið svo ungur að hafa stílað á mömmas. Þannig að þetta er margar skemmtilega sögur af þessu og hérna, já, maður sérstaklega svona menn sem eru komnir á svona sem eru þetta svona góðum aldri komnir undir 8 sko. Það kemur alveg blík í auguna og ekki bara köllunum, stúlkunum líka. Þetta var ég held að fyrir margar þessar stúlkur sem voru að fara í fyrsta skipta heim, hann hafi þetta bara verið alveg ótrúlega mikilvæg dvöl. Ingibjörg einhvern veginn var svo mikill leiðtogi og þessi kennar sem hérna voru héldu vel utan með þetta. Það var þetta mjög strangur agi hérna. En ég hef eiginlega ekki hitt neina konu sem að hér var sem að ekki á góðar minningar fyrir kannski auðvitað það að hún hafi stundum verið að þeim fannst pínur ósangjörn eða langaði til þess að skreppa eitthvað eða skjótast eitthvað en það hefur sjálft hún náttúrulega hennar ábyrgðartilfinning var mikil auðvitað og við skulum bara það þýðir ekki alltaf að skoða söguna með spegli í samtíma sko. Já. En svo náttúrulega verið að skapa líka nýjar minningar hérna og hér eru allir velkomnir. Hér ansið hræddur það, hér eru allir velkomnir og hérna auðvitað fáum við þennan stóra hópa eldri borgurna sem hér er í Sumardölum og eins og ég nefndi áðan og það fólk kemur hér aftur og aftur og aftur. Við erum búin að vera hérna með fólk sem hefur kannski komið 12, 14 sumir í röð sko, kannski 16 og þetta er bara og það liggur við að það hvernig ég á að orða það sko, það liggur við það að lifa veturinn til þess að geta komið hingað á sumrin sko, það er bara þeirra frásagnir sko. Já. Og þetta við náttúrulega miðum þessi dvöl eldri borgara miðar auðvitað alltaf við sko eldri borgarna, fólki sem að þarf kannski hvatningu, aðstoð og vill svona búa við ákveðið öryggi. Við náttúrulega búum við þessi þægindi hér að hér er alltaf einni hæð, rúmgott, þetta er ekkert of margir, þetta er ekki svona stofnun. Við erum auðvitað ekki hjúkrunarheimili en á móti kemur að við erum sjúkrahús og Sauðárkróki bara 20 mínútur í burtu og hér ef eitthvað kemur upp og Akureyri er náttúrulega 90 km þannig að þetta er rauninni mjög öruggt umhverfi fyrir þennan hóp sko. Já. Og svo náttúrulega eins og fyrir aðra sem að hinga að koma að dvelja það er svo margt innan seilinga það er sundlaup í Varmahlíð ef að fólk er hér á ættamótum með eitthvað stutt í rafting það er þetta stórkostlega setur yfir í Kakkalaskálanum, sögusýningin að Sigga Hansen þar og Mæju og hér bara Skagafjörður er mjög góður staður til að dvelja á sko yfir helgi eða lengri tíma já þó við fáum ekki mikið að ferðamönnum þá er þetta alls konar hópar hérna sem að vilja þeir eru ekki bara konið til þess að hlusta á harmoníkutónlist
og borða kleinur. Fólk vil gjarnan sjá eitthvað og vera með einhverju. Já, það ekkert að kvarta neitt yfir móttökunum á Löngumýri. Hér eru ótal fleiri sögur við hvern þröskuld sem komast í miður ekki að í þessum þætti. Það kannski eilítið erfitt að miðla þeim góða anda sem hér er. Þetta upplifun sem best að kynnast með því að heimsækja staðinn sjálfur. Já, þá komum við að lokum hjá okkur og við kveðjum þátt tíðan frá Löngumýri. Við ætlum að fá okkur kaffi, köku og konfekt. Þið ætlum svo að hafa það gott bara og við sjáumst í næsta þætti.